Já, góða gestir Narrafjær, verið velkomin að skjánum hér í skautahöllinni í Egilshöll. Að fara að hefjast leikur milli kvennaliðs Fjölnis og Skautafélags Akureyrar. Það afar fínt að fá eitt svona leik milli þessar liða svona rétt fyrir jól. En já, ég heiti Helgi Vagn Þórisson. Ég mun lýsa því sem fyrir augu ber í kvöld. Og ég svo sem ekkert að fara að telja upp hér leikmenn beggja liða. Það svo sem búið að gera það hér í höllinni og svo sömuleiðis hægt að finna þessa liðslista á internetinu. En hér sjáum við fyrirliða beggja liða, Sylvi Björgvinsdóttur og að mér sýnist þetta að vera Steinunn Sigurgeirs eru þarna takast í hendur. Nei, þetta Flósson víst. Flósson, ég þarf greinilega að fá mér betri gleraugu. Það hefur verið að ræða þarna við dómarana sem eru í kvöld að mér sýnist Elva Hjálmarsdóttir. Á línunni með henni Guðlaug Ingiveig Þorsteinsdóttir og Ingi Þór Hafdísarson. Það hefur ekki blásið neitt byrlega fyrir kvennaliði Fjölnis þar sem af vetri. Þær hafa ekki náða að sigra leik þar sem af vetri. Það hefur verið kannski megnu til ástæðan að þær hafa mist töluverðan fjölda af sterkum leikmönnum úr sínum liðum með sínum röðum. Fyrir þennan vetur, þannig að það eru fleiri ungir sprækir leikmenn sem fá að spreyta sig. Þannig hér fá aukastið. Það er þess að vinna þetta. Silja hérna að koma sérna fram hjá komast á undan. En nú þessi pökinn aðeins frá sér. Tölvöru færi. Mikil ásókn á mark Fjölnis. Sýndist hann eiga skot þarna hún aðalheiður hana fyrir þessa. Vörninni hjá Fjölni illa að koma pekkinum út. Það koma inn út. Og hér pekkinum skotið í frystingu. Það eru Fjölnis stúlkur sem vinna þetta uppkast. Elín hérna að koma pekkinum áfram og út. Þeim er text og það ná að komast þarna í skiptingu. Löng sending hérna á, ekki alveg hemnaðist hún og pökkunum rúlaði allavega í frystingu.
kemur pekkinum allilega hinum inn yfir. Hann komst þarna í pekkin. Jónína er að koma pekkinu niður í hótt. Það er stelpa ágætið spil út en Flórsson sem næði síðan á endur pekkinu mína. Það er Silvía komin hérna. Það er sendingin ná fyrir og fínasta skot hérna frá henni Írúnu Garðars. Vel útfærð sókn hjá þeim. Eyrún hérna aftur. Missir pökkinn frá sér. Pökkurinn eitthvað óþægur hérna inn í svæðinu hjá þeim. Eyrún koma pekkinum út. Andrea hérna fyrir Fjölni sem er að halda pekkinum inni. Hér er Eyrún komin af stað mótinn Andreu. Það er að halda hérna, halda þeim frá. Ágætis skotana hjá henni Sveindísi. Sveindís setti pökkina það niður til engin frysting, segja dómararnir. Haldi áfram. Áfram. Kemstum við línu. Það er rangstaða. Segir línudómarinn Guðlaug. Að vinna þetta uppkast. Það var komast þannig í þetta. Sýnist að vera Siki Elísa. 1-1. Magdalena er núna að sauma sig hann í gegn. Fín sendingin upp yfir. Og hérna er Laura Murphy komur sending fyrir. Aðeins svo margar rauða treyjur hana svo hún geti aðfamna sig. Laura aftur komið með pökkinina. Núna fyrir Laura. Hún heldur bara áfram. Kemur pekkinum áfram yfir hann á Karen. Hann hafði pökkunum fyrir en það var engin svört treyja að taka á móti pekkinum. Fjölnis kom á pekkinum út. Solorún. Silvía hérna í pressunni. Og það ná að snúa þess af sér. Löng sending hérna upp á kantinn. Svandís er þetta sem er hérna. Og það er skot á markið. Það finnst að vera Sjóli sem er í markinu hjá SA-konum. Ára Eyrún komin hérna á siglinguna. Kemur hérna fram í aufu. Elísa kemur pekkinum hérna upp á kantinn. Það er rökkrætti hérna á að halda pekkinum inni. Harpa Dögg reyna að koma pekkinu á miðina. Það er stoppað af hérna á bláu línunni. Elísa stoppar hérna baka í markið. Elín. Gýrir á þetta.
sér hérna Elísa tekur bökkið með sér. Hendur hún niður í svæði bara. Þar á siglingunni. Það var Heiðamanni, nei, þetta var Sofía Sara. Bökkun kemur hérna á Sofíu. Alls konar barátta hérna uppi battan hjá Fjölni. Það er nóg koma pekkinum út en þessar konur koma pekkinum beint inn. Þannig að Sveindís skóplaði pekkinum bara aftur inn. Aftur Sveindís. Hérna náður að koma pekkinum út. Það er Jónína Guðbergsdóttir hérna. Er að eiga við hana. Það er nokkjara númerina hana. Skot hérna löngu færi frá Elínu. Engin frysting sér dómarinn. Handa áfram að spila. Elín kemur hérna á siglingunni. Sendir hérna út á kantinn. Ná ekki alveg að ná valda pekkinum. Frysting segja dómararnir hér. Og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Segir hér að það hefur verið þjóðstart hjá þeim rauðklæddu á uppkasti galt ekki aftur. Aja, það er vinna þetta sportir aftur. Ágættar til línunni hérna. Hér leggja þær af stað. Fjölnisstúlkur á siglingunni. Konar hittir færi. Elísa með skotið. Vel varið. Hérna er Gerða Stínu tilbaka. Einu komin á siglinguna hérna. Tekur skotið. Rétt yfir. Silvía hérna í baráttunni. Gjörsamlega vöðulega sig í gegnum þetta allt saman. Áfram. Mikil sókn, Sveindís. Það sé Karítas í marki Fjölnis sem blakar pekkinu bara hérna í burtu. Skot hérna, færi. En spilið gekk ekki alveg upp hérna út úr svæðinu. Þær eru að hafa uppkasti hér í varnarsvæði Fjölnis aftur. Heba hérna í horninu. Mikilli baráttu þarna. Áfram að Heba farið pökkinn hérna. Það var Flórsson rétt mista pekkinu hana. Hér er sending fyrir. Það var vel varið þarna. Harpadögg hérna. Pullandi baráttu hérna. Og það er Flórsson sem gefur pekkinum inn í svæðið þessa. Sjóli hérna kemur pekkinum áfram. Jónsson, Hörpudögg. Það eru hérna pínlítið værukærar með pökkinn hérna á blálínunni. Hér snúa það rauðkvæta við. Hér er Jónína með alla sína reynslu og har skot á löngu færi. Skot á löngu færi frá honu Kolbrúnu Björnsdóttur. Og uppkast hér varnarsvæði Fjölnis. Já, Magdalena fín tilraun hana. Það
Þarna fyrir pökkurinn af kilunni og upp í möskvana fyrir ofan glerið. Og á að taka uppkast. Allavega stoppaði Elfur dómari leikinn. Fjölnir stelpur, nei. Já, uppkast ekki tekið rétt. Engin Kilva snerti pökkinn hana og leikmenn spörkuðu pekkinum út úr punktinum og það má ekki. Og hérna hana, reynir hana skjóta í gegnum þjóðana og hér aftur er verið að skjóta í gegnum þjóðana. Pekkin Mára. Elisa komin á siglinguna hérna og það rángstaða og helst til og fljót þarna yfir línuna hún Sofía Sara það mátti nú ekki miklu muna en það fer ekkert fram hjá Hauk frá augum hans Inga Þórs á línunni. Enda er hann faul og annur að fylgja vel eftir pekkinum enda markmaður á upplægi en það er annar mál. Sendi hérna yfir Flósson komin á siglinguna, rétt missi pökkinn frá sér hérna en hún heldur áfram. Jájá, hún fer fram hjá hverjum leikmann og fætur öðrum en missir hann pökkinn úr endanum og hér er hún komin að mikla siglingu. Aðalheiður sendir fyrir ágætis staðsetning hjá henni Eyrúnu Garðarssana. Hún hefði nú getað nýtt þetta færi betur ef hún bara hitt pökkinn aðeins betur. Það verið algjör negla. Það er sækja mjög hart hérna, mjög mikil framning getið pressa hjá Fjölnisstúlkum. Löng sending á bláu hér. Skemmtilega að spila hjá Fjölnisstúlkum hérna. Elisa eru bara brennanda bakandarskot. Hefði mátt vanta örlítið meiri kraft í þetta. Aftur eru Fjölnisstúlkum konum með vald á pekkinum hérna. Andrea hér á Sofía eftir á Sofíu en missir pökkinn hennar frá sér. Anna Magdalena og skot þarna bara beint á ramman og beint á markmanninn Karítas. Og hér fáið uppkast. Fanga þetta skot frá Freyju Rán Sigurjónsdóttur það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast svona að mestu sýnist mér. Já, þeir sendi hérna fyrir halda Bjarnastíkurina. Tókun áfram hér í leik. Eyrún tekur hann að skot þröngufæri. Nei, þetta var hann ekki Eyrún. Þetta var hann Ardís. Freyja kemur tekkinu bara inn í svæðið Fjölnis. Mikil pressa. Og reynir hann
Þetta bakandárskotun Magdalena, Pökkur fyrir hátt og langt frá marki. Magdalena með skotið framhjá og þetta var nú alveg galopið færið þarna. Silvía var bara með opið mark og hefði getað lagt pökkinn inn. Magdalena kemur hérna inn. Þau verður með léttan snúning. Pökkur lendir hér í höndunum á Lóru Murphy og hún bara siglir hérna áfram. Ekkert að stoppa neitt, alltaf áfram. Eyrún hérna með valda á pekkinum. Reynir að koma á pekkinum þannig í hornið. Sveindís hérna baráttan á bláu. Elín. Hún sendir á Elísu Sigeg. Marfadók hérna. Baráttu hérna Sveindísi. Kemur pekkinum á endanum inn í svæði Essa. Hér hefur pökkurinn farið út af. Og har skoppað inn dyrnar hjá Essa og þá uppkast bara inn í þeirra svæði. Fjölnir vinnur þetta. Það hann að reyna að koma pekkinum áfram. Þetta hafa verið ég er ekki með nafn og númer hér á þessi leikmaðurinn hittir Heba hérna á treyjuna á hana. Sendingu yfir á hana Silvíu. Þar mætt henni alveg klárar tvær svartklæddar. Magdalena hér í baráttunni við Battan. Sólrún. Eyrún. Hún er að koma pekkinum á hana Silvíu hérna sem lúrir fyrir fram á mark Fjölnis. Og Magdalena með skotið framhjá. Silvía með snúningsskot hana. Aftur Silvía sem er hérna vakandi sendingu á Eyrún. Þetta liggur í loftinu fyrir þessa. Það eru búin að eiga nokkra góða sóknir hérna. Það er mikil lukka sem fylgir Karítas í markinu þessa stundina. Við erum búin að alls konar pekkir búin að fara framhjá opnu marki. Elísa hérna í horninu. Elín Darko reynir að koma pekkinum inn í sæði þessa. Það er Sveindís sem stoppar þetta og kemur pekkinum yfir. Sólrún Assa hann sem átti ágætisbreytt. Kolbrún með fínasta skot hérna.
Caritas velvakandi í markinu og varði þetta. Og er bara sléttar 2 mínútur og 30 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Staðan er þá 0-0. Það er Fjölnir stelpur sem vinna þetta. Eva kemur pekkirinn áfram á. Þessi sýnist á Það koma pekkirinn áfram. Lónsson hérna nær pekkirinn hlutlausa og kemur pekkirinn áfram. Þessar konur snúa hér við. En Karen sem reynar að koma sér áfram. Karin Þórisdóttir reynar að koma bekkinum áfram en pökkurinn skoppar upp í loft og inn á varnarbekkina. Við fáum uppkast hér í hlutlausasvæðinu. Já, ekkert einhverjar innásskiptingar þarna hjá Fjölni, ekki réttar. Þessa kemur pekkinum inn. Það er Heba hér, kemur pekkinum áfram. Það ná að spila ágætlega Fjölnistúlkur. Elísa kemst þetta fram hjá. Elísa hérna eini í baráttunni, hún fram á mark. Þessa Pekkin undan hliðina. Eyrún Sveindís. Það kom í hendina á Elísu. Elín Argói er aðeins róa spilið aðeins niður. Hliðina. Þeir koma pekkinum út. Núna Silvía Mörk með að koma pekkinum út. Lóra sendir pekkin áfram. Já, Fjölniskonur eru að verjast vel hérna. Sendingin yfir. Ágætlega að spila hérna hjá Fjölnisstúlkum. Flórsson hérna í baráttunni, reynir að koma pekkinu á miðju en hann vantaði eina svarta treyju þarna í sóknina. Eva var hann helst til á Landrá. En hefði besta mál. 4 fyrsti leikluti. Honum lokið. Við tökum okkur hér smá kaffipásu. Sjáumst hér eldræðisættir svona cirka á 14 mínútur.
Jæja, góðu gestir. Nú fer rétt bráðum hér. Annar leikluti að hefjast í leik Fjölnis og SA í toppdeild kvenna. Staða 0-0. Það nú að vera heldur fleiri færi hjá þeim rauðklæddu heldur en þeim svartklæddu. Fyrir Fjölni að reyna að nýta en það verður afar áhugavert að sjá hvernig þessi leiklutin spilast. Svona aðeins og undanfarnir leikir milli þessara liða hafa farið. Það var nú fyrsti leikurinn fór 5-0 fyrir þessa, 6-1 fyrir þessa, 5-0 fyrir þessa. Hefur verið svolítið í þessum takti. Mér sýnist nú Fjölnis stelpur vera nokkuð þokkalega mannaðar. Það er náttúrulega mistu úr sínum hópi hana Sigrúnu Agnatu Árnadóttur þar sem hún meiddist á æfingu og brautast ökklan. Munar minna. Og það er verið að reyna hér en Sjóli í marki SA, að mér sýnist hún þarna vera kæfa pökkinn og við fáum uppkast í varnarsvæði SA. Það vinnur þetta uppkast. Pökkur er komin undir til hliðið en hér sýnist þetta að vera hún Sofía Sara sem var inn í baráttunni eða hvað. Ég sjá þetta rétt. Pökkur komið hérna áfram. Siglum við pökkinn áfram og Ragnars. Adriana tekur skotið. Það reyna hana Kolbrún Björnsdóttir reynir að spegla pekkinum einhvern veginn framjá en það er ekki alveg að nást. Það er að koma pekkinum inn áfram. Það er Harpa Dögg sem er að koma pekkinum hér inn í svæðið. Áfram að Harpa Dögg hérna baráttunni. Já, hún er nú eitthvað að poti í þetta. Nú kemur Anetta Júlía áfram. Ágætis tilraunina hjá henni Jónínu. Komum pekkinum áfram. Hér er komið tækifæri fyrir Fjölni. Og það er skot. Og það er Sóli sem ver þetta. Þetta var hörkull tækifæri. Jóni Sofíu þarna. Yfir á Sofíu og snýður við hérna og hendur pökkinn upp eftir. Elísa pökkinn fyrir. Það verðist enginn hafa verið að taka að sig vörnina þarna hjá þessa. Hún var alveg ein og yfirgefin hún ef hefði mögulega geta gert sér mat úr þessu færi þarna. Hefði hún bara náð að halda pökkinum. Hérna og pökkun er upp í battan. Alls konar barningur en pökkinn er komið niður í svæðið hérna. Karitas stoppa pökkinn bak á markið.
Flósson missir pökkinn hérna á vondum stað. Silvía gefur pekkinu fyrir, dauðafæri en Caritas varði þetta vel. Sýndist að vera Solonasa hann sem átti þetta dauðafæri. Solon hérna að koma pekkinu áfram. Testa alveg illa en hér Murphy sýnist mér. Laura Murphy kom með pökkinn hérna. Heldur stjórn á honum hérna. Kemur pökkinn til bakvið. Það Elisa. Kemur pökkinn aftur niður eftir. Þarna Murphy. Þannig að koma pökkinn tilbaka. Ágætt stjórn á pökkinn hérna. Langskot frá Murphy. Príður sókn hjá Fjölni hérna. Eva reynir hann að skot, erfiðu færi. Mér sýnist Flósson hérna að vera kominn beint í baráttuna. Hendir pekkinu niður í hornið. Og Akureyringar bara henda pekkinum aðalegi í hristingu. Og við fáum uppkast í varnarsvæði þessa. Sem nær hann að stjórna pekkinum beint úr uppkastinu og hér nú aftur komið með pökkinn. Skautar inn að stað, Anita með henni. Hvað gerir Eyrún? Silvur kemur pekkinu fyrir. Þau eru að pota honum inn en Caritas bægir þessu frá. Það leggir að stað, Karen komin inn að stað, sendir pekkinu áfram, Flósson. Flósson kemur pekkinu djúpt niður í svæði þessa. Elín inn að halda pekkinum inni. Elín Darko þar að segja. Engin fristing, segir línudómarinn Guðlaug. Það er ekki alveg að hreinsa pökkinu út. Jónanna kemur pekkinu aftur niður. Kolbrún hann í horninu. Elín kemur pökkinum á kantinn. Aðaleður. Það niður eftir. Ardís fyrir þessa Elín Darko á mótinni. Áfram er Elín Darko hérna með henduðin í pekkinum. Náðu ekki alveg að halda sendinguna hann á Harpadögg og pökkurinn siglir alla leið niður og það er fristing. Fjölnir stúlkur eitthvað ósáttar við þessa fristingu. En það þýðir ekkert að deila við dómarann. Hvorki í línu né aðaldómarann. Það er Fjölnir stúlkur sem hann þetta. Elín Darko kemur pekkinum allilega yfir. Pökkurinn heldur hérna áfram út í svæðinu. Hérna koma Fjölnir stúlkurnar á siglingunni. Nú er snögg að grípa þetta. Hún Solonasa. Pökkurinn gengur vel hérna á milli manna í millum. Solon tekur og reynir til skotið. Pökkurinn skoppaði þarna varnarmanni og bara rétt yfir markið. Laura hérna kemur pekkinum áfram. Silvía kemur pekkinum áfram á Eyrúnu. Eyrún komin inn í stöðu, tekur skotið. Fínasta skot en Caritas var þetta vel
Bökkunum kom náttúrulega framann. Annað skot. Það var skot frá henni Ragnheiði. Fjölnir stelpur hérna bæja hættunni hérna frá og það er frysting. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Uppkast. Það er SS sem vinnur þetta. Það er enn ekkert að tefla með þannig að færa hættur hérna. Kolbrún siglir hérna fram hjá allt og öllum bara. Rétt missi pökkinn hérna við markið hjá Fjölni. Pökkinn kom aftur út. Valla og missi hann af. Teldi hann á tæðpasta að á bláu línunni. Fjölnistur kom á pökkinum út. Elisa hér pressar vel á hana Magdalenu. Laufléttur darradans hér. Touch up play, Sofía hér á siglingunni í svæðið. Lóðssonar kom á pökkinum á horninu. Þannig kemur Ragnheiður pökkinum inn í svæði. Áfram skal spilað. Sendingin áfram og frysting á þetta, segir Ingi Þór, dómari. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Rétt tæpar 11 mínútur eftir að öðrum leikhluta á staðan ennþá 0-0. Essa vinnur þetta uppkast. Þannig að góðan pekkinu í svæði. Einingum pekkinu áfram. Lóðsson hendur pekkinu bara niður í svæði. Hann hoppa allar í skiptingu. Opnast hér ákveðið svæði fyrir SS-stúlkur. Eyrún hérna á siglingunni og Silvía Björgvins siglir hér í rangstöðu. Akureyri sem vinnur þetta uppkast að einhver leitinu til, en það er Kolbrún Björnsson sem sækir pökkinn enda bak við. Hún er komin inn af stað á siglinguna bara. Gegnum allt og alla, og hvað gerir hún? Tekur skotið. Karinasson er þetta. Karinasson var þetta. Vissi þarna í augnablik. Ekki alveg nákvæmlega hvar pökkunum var. Fáum við uppkast hér. Það er SS sem vinnur þetta. Kolbrún, ja, vinnur pökkinn hérna. Þannig að pökkinn niður. Karin tekur léttan snúning, skautar hérna áfram. Missir pökkinn frá sér, fellur við. Þá myndast hérna færi fyrir gjöf. Vantaði nú eina treyju hérna rauða ef það átti að gera góð rauðsu. Magdalena kemur pekkinu djúpt niður. Já, Anna Júlía sem fleirum. Pekkinu potað út. Sjóli kemur bara pekkinu strax í spilatur. Það er greinilega biðdómur hér.
Já, mér situr að biðdómur á svarta. Hér það. Hvað segir dómarinn Elva? 2 mínútur fyrir tæklingu. Og það Já, það séu Heiða Marín. Þetta ekki Heba, þetta Heiða Marín Ásmundsdóttir sem að fara hérna í 2 mínútur fyrir tæklingu. Hérna skapast áki og hverju tækifæri fyrir SA að koma fyrsta markleiksins að. En merkilegt nokk þá þetta fyrsta atvik leiksins sem fer á skýrslu. Það eru 2 mínútur hjá henni Heiðu Marín. SA vinnur pökkinn en missir pökkinn út úr svæðinu. Þannig að sjáum við Silvíu, hún siglir bara hérna áfram í gegnum allt og alla. En það stoppa hana. Hérna stúlkur skella pekkinum inn út. Og hér leggja þar að stað. Og pekkinum tilbaka. Silvíu hérna. Kemur pekkinum yfir. Á hana Sveindísi. Sólrún. Silvía. Aðalheiður. Siglir hér til bláu. Reyna að koma pekkinum áfram. Hér Elísa. Hún með pökkinn áfram. Siglir inn áfram. En vel varist. Hjá henni Aðalheiði hérna. Sendingin upp. Og hana Sólrúnu. Sólrún siglir inn áfram. Sólrún. Hérna róar aðeins niður. Kíkir inn yfir. Reynir hérna. Hvort þetta var fyrirgjöf eða skot, ég ekki viss. Kolbrún. Missir pökkinn inn út. En mikið til pressu núna. Pekkinum allalega hérna yfir. Texta hérna. Náttúrulega missir pökkinn út af. Hún ákveður að taka skarið bara og skautar hérna stað. Kemur hún framhjá. Hún er komin inn í færi. Það er ekki alveg að gera skot úr þessu. Þýðum við. Hér kemur skot. Næstur hérna í vörninni. Og það er skot. Lendir hérna beint í Caritas og hún fristir þetta. Og hér kemur Flósson, tekur skotið, Sjóli verð þetta. Það kemur frýsting hér.
við fáum hér uppkast í varnarsvæði þessa. Þetta verður áhugavert, sléttar 6 mínútur eftir að öðrum leikluta, staðan 0-0. Fjölnisstúlkur aftur orðnar 5. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Elísa hérna í baráttunni við 2 rauðklæddar. Og halda hérna Fjölnir vel. Karen tekur skot á lungufæri. Vel gert. Náði þarna. Sýndist þetta að vera Laura Murphy sem náði að slá í pökkinn hérna. Engi rangstaða, sagði línumaðurinn þarna. Ágætt að spila hjá Fjölnisstúlkum hérna sem af og hér er rangstaða hérna megin. Það er skammt skora högg á milli. Næsta vinnur þetta uppkast. Það eru áfram með stjórn á pekkinum hérna, Fjölnisstúlkur. Á pekkinum hérna, áfram. Bökkurinn skoppar hérna út fyrir bláu. Lósún. Hérna við. Hendurnar á Hörpudögg. Hún svona missir aðeins frá sér. Snúningar hérna. Jájá, Karen sendi pökkinn bara niður eftir og eftir. Kom á fljúandi í siglingu hérna. Móti Sveindísi. Kolbrún. Þannig að koma pökkinn áfram á Sveindísi. Ná að stöðu þetta Karen og fleiri. Þannig koma þær. Sveindís tekur skotið áfram. Pökkurinn skoppar svona út á suður. Jónína hérna handinum. Þar halda pekkinum inni. Magdalena þessi pekkin út af. Laura heldur pekkinum. Kemur pekkinum áfram. Vel spila hérna. Elisa hérna í færi. Komin hérna baka markið, komin hérna fyrir markið. Hvað gerir Elisa? Tekur skotið. Og það er beint í hendunar á Sjóli sem heldur tryggjulega pökkinn hérna í markinu. Skot á löngufæri. Lesa pökkinn út. Eva Hanna fyrst í pökkinn. Eitthvað var nú þetta. Eða hvað? Nei, þetta var rétt hjá þeim. Það var vitlaust hjá mér. Akureyringar sem skutu pekkinum niður í svæðið. Uppkast í varnarsvæði þessa. Fjölnir vinnur. Skot á löngufæri. Pökkurinn sveif þarna algjörlega óáreittur. Allavega niður til príðis spil hérna hjá Fjölnisstúlkum niður í svæðinu. Magdalena hefur ákveðið að taka þetta bara í sínar hendur. Það minnst út, Harpa Dögg hérna kemur hérna áfram, heldur pökkinn. Já hvað, nei, mistir hann frá sér. Jónína kemur pekkinum hér yfir á hengkantinn. Jónína sendir pökkinn hérna yfir á Arndísi.
Kemur Pekkinn niður svæðið. Karen snýr við, kemur Pekkinum mér áfram. Missir Pekkinn í hendurnar á Silvíu. Kemur Pekkinum á Eyrúnu. Eyrún hann að missa aðeins stund á Pekkinum en ekki mikið. Ágætið spil hérna hjá Fjölnisstúlkum að komast út. Karen taka markið. Nær að snúa eina af sér. Kemur Pekkinum áfram mér og Lóru. Lóru með langa sendingu yfir. En það kallaði að spila hér. Hann á að höldu áfram. Pekkinum áfram. Silvía. Kemur Pekkinum upp á hana Sólrúnu. Sólrún siglir hérna inn. Hvað gerir Sólrún? Tekur skotið. Karitas speklar þessum Pekki bara niður í horn. Silvía. Nú kom Pekkinum upp í dyrinn. Það Elísa. Murphy kemur Pekkinum inn í sónið. Hoppar í skiptingu. Tekur aðalheiður áfram. Silvía með henni. Silvía reynir hann að koma Pekkinum aftur tilbaka en ekki alveg. Og þá harpandi á siglingunni. Það hún að halda Pekkinum hérna í leik. Mikil barátta hana. Fjölnisstúlkur ná að halda Pekkinum hérna inni. Magdalena kemur hérna sendingu. Erfið sending hérna upp á miðuna. En Ragnheiður kemur Pekkinum bara inn í zón. Karen hérna ákveður að taka málinn í sína hendur, skautar af stað, komin í svæði, reynir hérna takkanda sendingu með hann bláu. En það eru rauðklæddir alveg klárir í þetta. Silvía inn þá inn á ís, hérna reynir að koma Pekkinum frá markið. Sveindís reynir hérna, bóttur inn. Sjóli hoppar út á markinu og kemur Pekkinum í leik. Það Eyrún. Eyrún komin inn. Og hér rennur leiktíminn út. Annar leikfluti búinn. Staðan ennþá 0-0. Hörkuleikur krakka mínir. Það verður ekki annað sagt. Hérna tökum okkur löglegt hlé. Og verðum komin aftur hér eftir svona cirka bát 14 mínútur. Verið þið svöl á meðan.
góðgistir. Já, hörfundur. Það ekki freka þannig. Nú bara að fara að hefjast þriðji og síðasti leikluti. Já, nú veit ég ekki. Það geti náttúrulega allt gerst. Staðan 0-0. Hvorugt liðið búið að skora. Og nú svo sem ekki stórtíðindi í öðru leikluta. Annað en það að Heiða Marín fór út á í 2 mínútur fyrir tæklingu. Hér eru þessar konur konar af stað. Sendingin frá Silvíu. Kemur hérna pekkinum áfram. Yfir á Kolbrúnu. Kolbrún. Það er hana fínni. Og mark hér. Það fóru bara strax í þetta. Sýndist þetta vera Kolbrún Björns sem verið að skora þarna. Náði hann að grípa frákastið og skora. Svolítið merkilegt að maður skoðar tölfræði síðustu leikja hjá þessum liðum og þá hafa flest mörkin verið að koma í öðru leikluta en það er ekki í þessum leik. Staðan 1-0 fyrir SA. Hér á Fjölnistelpur það er að spila sig hér upp. Andrea hérna kemur pettinum yfir. Þar er hún Karen. Þarna vinna hér mikla varnarvinnu. Eitthvað eru fastar hérna í Frónari. Adriana kemur hér. Nátt yfir, tekur hérna léttan snúning. Og langt skot. Ágætis tilraun. Karitas þarna vel vakandi. Jú, það var Kolbrún Björnsdóttir, nr. 24. Með stóðsningu frá Sólrúnu og Sveindísi. Hér kemur Ílesa, hún komin á siglingunni, hún komin einu móti markmanni. Og rosalegt mark! Bara lauflétt yfir hanskan og í hornið snirtilega afgreitt. Snirtilega afgreitt hjá henni Elísu. Snirtilega afgreitt hjá henni Elísu Sigfinnsdóttur. Náðu að nota þarna stærð sín og krafta, komast þarna fram hjá vörn SA og skilaði pekkinu snirtilega í hornið. Staðan 1-1. Allt að gerast hér í þriðja leikluta. Nesta vinnur þetta uppkast. Kolbrún hér. Kemur pekkinum áfram. Stangaskot þarna. Sýndist að vera með stangaskot þarna. Hún Sólrún. Svolítið herfileikur bundið hjá Fjölnisstúlkum að koma pekkinum út fyrir sitt svæði. En það pínu vandræðagangur hérna. Karen kemur pekkinum hérna yfir. Þar er hún Andrea.
Hér fáum við dóm. Það fella. Segir dómarinn. 11. Og það já, þessi ekki Ragnheiður Ragnars, nr. 16. Jó. Hún fara að sitja hérna í 2 mínútur í bóksinu. Fyrir að fella. Þá tækifæri fyrir Fjölnisstúlkur að auka munin á handapekjum minni. Lóra hérna, kempekkinn á ára, sendingin ekki alveg nógu góð, pökkurinn fer út fyrir svæði. Eva hér eldir pökkinn til komið upp yfir, sendir bara beint á hana Kolbrúnu. Og hér fáum við dóm. Já, Elva algjörlega vissi sínu sök hér. Og það fella, tripping. Það nú ekki lengi í paradís, Fjölnisstúlkur. 35 sekúndur sléttar. Þannig að þá spilum við 4-4. Alveg í mínútu og 25 sekúndur. Silvía með skot. Caritas blakaði þessum pekki bara alla leið hinum megin. Harpa Dögg hérna í pressunni. Harpa Dögg gríðarlegu skautaformi greinilega. Stundar rollerderby að kapi svona þess á milli sem hún ekki á ís. Og hér vinnur hún pökkinn. Hún Elísa að mér sýnist. Já, hún heldur þessu vel. Solrún. Það fær róta niður. Löng sending á hana Silvíu hérna. Karen sem nær pekkinum af henni. Karen hér bara hamast eins og óðværi í pressunni. Koma þessar stúlkur. Sendingin upp til. Eyrún. Tekur skotið. Caritas ver þetta, kæfir pökkinn. Já, eins og var nú rólegt í fyrir 2 leiklutum og þá erum við búin að fá allt aksjón hér í 3. leikluta. 1-1 og Sikko leikmaðurinn í bóksinu og með sýnist hún koma úr bóksinu eftir cirka 2 sekúndur. Og Ragnheiður kemur inn eftir 2 sekúndur. Og þá náðu þær að spila, Anna Ressa að spila 5-4. einhver sérkillit í gangi með skiptingarnar hérna. En allavega þær fáum uppkast hér. Það Fjölnisstúlkur sem vinna þetta. Eva hér. Það að koma sinna fram. Pekkinum sendur langt yfir. Engin fristing, þess að Fjölnisstúlkur spila núna 4. Og þær
að koma hér rólegheitunum. Harpa hér. Harpa Dögg í mikilli pressu hér fyrir Fjölnisstúlkur. Kemur hún hér á. En það er Elín Darko sem næra pekkinu minna og kemur hérna áfram. Elín komur hérna áfram. Elisa fyrir frammarkið. Tæft færi þarna. Mikil barátta hér í Fjölnisstúlkum. Það eru orðnar 5 eins og það eru rauðklæddu. Magdalena tekur skoti bara. Karítas varði þetta skot. Frákastið fór ekki langt. Þannig að hún ákvað að kæfa þetta 1 og 3. Baráttu. Magdalena sem tekur stjórn á pekkinum. Pekkin yfir. Kolbrún ennþá hérna, sendur hann fyrir. Pekkin er komið hér allalega yfir. Við fáum bristingu. Engar skiptingar á leiðar bristingunni. Þessa vinnur uppkastið. Marin gerir vel í kemur pekkinum áfram. Sendingin ekki alveg nógu góð með á Sofíu. Hér er snúið Kolbrún. Kolbrún er hérna komin í hornið, reynir senda pökki fyrir. Flórsson grípur pökkinn og kemur honum yfir. Áfram með Flórsson hér. Leiða sínar stúlkur áfram. Það fær hún sendinguna. Kemur áfram á ágætlega að spila hjá þeim stelpunum hérna. Jú, Eva hér bullandi baráttu. Flórsson, Elínu Darko hérna. Pökkunum endur í höndunum á Jónínu. Jónínu komur á skotið. Karítas verð þetta. Jónanna hann í baráttunni bak við mark Fjölnis. Fjölnistelpur búinn að pekkinum út. Lora þarna næstum búinn að ná stjórn á pekkinum. Mikil barátta hérna. Það er að henda pekkinum hérna niður í svæði. Það er að gefa pekkinum bara áfram. Sveindi í sír í horninu. Yfir á Magdalenu. Harpa Dögg hér enn og aftur í framlíkjandi pressu.
Elín, kemur pekkinum yfir. Það Harpa. Harpa hér ennþá í pekkinum. Mikil barátta hér upp að hann. Kolbrún, hringi upp. En það var fyrirgjöf, það var ekki Kolbrún. Mikið hnoð, reyna að nálgast pökkir hann einhvers staðar. Pökkun hendur hann í höndunum að Eyrúnu sig. Solrún. Magdalena. Reyna að bakhanda skot. Pökkun hendur hann í hóndi. Fína þess hendi ger, finnum við. Það var virkilega vel spilað hjá Fjölnisstúlkum. Það hafa verið svona helst tilspreikari í þessum leik. Jafnvel þessum leikluta. Reynir hann að sendingu á Magdalenu. Það skot á mark. En hún Sjóli í marki þessa velvakandi. Magdalena komin hérna niður með kantinum, reynir hérna fyrirgjöf og þetta var mjög vel útfært. Þetta hafi verið Anette Júlía sem átti fínustu tilraun hana. Sveindís. Það Eva hjá Fjölni sem nær að halda þessum pekki inn í svæðinu. Eva hérna verið Fjölni. Reynir að koma pekkinn hann yfir á Flósunu en Flósunu bara leiði skiptingu. Eyrún kom með pökkinn inn að handinum. Kemst hérna inn fyrir. Reynir hann að skot en það fyrir rétt yfir. Vel spila hann inn. Harpa dök hana. Hún bæði potturinn og pannan greinilega í bæði sókn og vörn. Og hér kemur Elísa. Og hér einhver árekstur á blálínni. Ég sýnist nú bara í fljótu að það sé nú bara rangstaða og lítið annað. Eitthvað ætla að dómarinn að funda þetta. Fundarhöldum lokið, að mér sýnist. Verður nú ekki uppkast fyrir utan Bláu. Ekkert að segja neitt annað við því. Hefur Flósún betur í uppkastinu en það síðan á endanum Assassin að stjórna pekkinu minna. Það koma hérna allar af stað Fjölnisstúlkur. Harpa Silvía fyrir þessa nær síðan stjórna pekkinum, skautar hérna af stað. Mikið reynt að pota í pökkinn hjá henni.
Það er flauta hér. Hvað segir Elva dómari? Hann með sínir stripping. Já, það er myndur tripping eða fella á hana Evu hjá Fjölni. Það þýðir það að við fáum uppkast í varnarstæði Fjölnis. SA konur fá að spila 5 á móti 4 Fjölnis. Eitthvað eru dómarnir hér að ræða sinni í milli. Líklegast atvik að Silvía Björgvins tók bara pökkinn upp af ísnum og kastaði honum að sýndist mér bara upp í loftið. Nú er ég ekki viss. Með regluna kringum það, en þetta er bara byrja að spila og halda áfram. Fundarhöld svona hérna í þriðja leiklutanum. Við þurfum að fá niðurstöðu og halda áfram með leikinn. Hér sitja allir í kuldanum. Elva dómari. Já, hún skautar hér að Beck SA og mér sýnist hún vera að dæma Silvíu Björgvins út af 2 mínútur fyrir að höndla pökkinn. Öllum líkindum annarkvort delay of game eða jafnvel bara mann í hvort að reglan sé þá til handling the puck. En við sjáum til Fjölnir og SA spila hér 5 á 5. Uppkast fyrir utan varnarstæði Fjölnis. Við fáum að fá uppkast hérna bara hvað á hverju. Og við erum komin að stað. Guðslof. Pökkinn er komin niður í svæði Fjölnis. Karitas stoppar hérna á bakvið. Elísa komin hérna. Kemur pökkinn áfram. Elín Darko kemur pökkinu djúpt niður. Magdalena færi ástu pressu. Eirún með pökkinn hérna. Sendir pökkinn áfram. Sendir pökkinn áfram. Sofía kemur pökkinu hérna yfir. Magdalena sem nær þessum pökki. Fínasta spil hérna hjá SA. Og skot. Karitas verð þetta. Það kemur þessu frá. Magdalena tekur skotið. Karitas með pökkinn, pökkurinn laus. En Karitas stekkur á hann. Og kæfir þetta niður. Sex mínútur og 28 sekúndur eftir að þriðja leikluta. SA vinnur uppkasti hér.
Mikið látök hana við Battan. Löng sending hana. Jæja, skot. Jónína kemur pekkinu minna yfir. Fjölnir reyna að koma pekkinum út. Gengur ekki alveg nógu vel. Heiða Marín kemur pekkinum alla leið yfir. Hver stendur þar? Löng sending hérna. Endar í hendunum á Eyrúnu Garðars. Hún er komin hérna upp á mörkum. Reynir hérna skot. Og annað skot. Og hér fáum við dóm. Og mér sýnist að Karen Þórisdóttir verður að fara út af í 2 mínútur. Það sé ekki fyrir tripping eða hooking. Eða nú veit ég ekki. Silvía Björgvins fékk hérna 2 mínútur fyrir delaying the game. Eða leiktöff fyrir að höndla pökkinn og kasta hann upp í lótið. Þetta er ekki handbolti. Það er verið að spila það í Þýskalandi. Essa vinnur uppkastið. Nú spila Essa hér 5 á móti 4 Fjölnis stúlkum. Bryndís skotið, Hardarsveður. Eyrún. Hún er komin pekkinum yfir. Kolbrún. Og hér er þetta færi? Nei. Laura Murphy. Reyna hér koma pekkinum út. Og það er ná að reynsa út hér Fjölnisstúlkur. Vel varist hérna hjá Fjölnisstúlkum. Mínúta eftir að refsitímanum hjá henni Karen. Skot þarna, lúmskot. Vel gert þarna í lúmsku skoti. Það var hjá Sveindísi. Og já, nú sýnist mér já. Silvía komin aftur inn á ís. Núna að sitja út sín refsitíma. Ásamt henni Evu. Hann fóru út þarna sama tíma. Og við fáum uppkast hér. Orðnarsæði Fjölnis. Essa vinnur þetta. Þannig að skot, lungu færi. Silvía. Magdalena, skoti. Pökkurinn speglast hér upp í loftið. Lendir hérna baka markið. Það er ná pekkinn út. Tekst næstu því að Magdalena sem stoppar þetta. Silvía hér. Reynir hann að koma pekkinn við. Mikill hamagangur fram á mark Fjölnis. Magdalena kemur pekkinum yfir. Silvía hérna, snýr við. Og Fjölnis steppur ná pekkinum út og hér rennur refsitími hennar Karenar út. Fjölnis stúlkar á 5 aftur. Magdalena nær ekki alveg sendingunni hérna. Elín setur pökkinn yfir. Eyrún hérna fyrir þessa pressun inn í horninu. Elín Arko kemur með pökkinn hérna undan marki. Hún bara siglir af stað. Sendir pökkinn yfir hérna. Það er ekki alveg, nær ekki alveg sendingunni.
Pökkunur rennur í frystingu og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það eru Fjölnis stúlkos að vinna þetta uppkast. Pekkin kominn yfir. Það er Eyrún. Reynir hann að koma pekkinum að það verður. Pökkurinn speglast upp í loft. Og hér er Elisa. Reynir að koma pekkinum hann að framhjá. Hver er hérna með henni? Koma pekkinum hann að fyrir. Það hafa verið Lora. Sveindís kemur pekkinum upp á kantinn. Pekkinum komið áfram. Karin hann sínust. Löng sending yfir. Lora vantaði meðspilara þarna í straftir treyju. Kemur kannski í næstu umferð. Silvía kemur bara pekkinu niður að marki. Fín vörn hjá Heiðu hérna. Kominu bara Harpadók. Tekur það rólega hérna. Setur pökkinn yfir. Og hér sýnist mér vera að dæma ómargi menn á ís. Hárréttur dómur hjá línudómaranum. Það sem leikmaðurinn var ekki kominn út af áður en leikmaðurinn sem var kominn inn á var kominn í spilið í pökkinn. Já, það var tekið nú leikli hérna á sama tíma. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Og það er Fjölnis sem vinnur þetta. Þess sendir pökkinn bara út. Elisa sendir pökkinn bara alla leið út. Það er Svandís Erla sem situr í bóksinu fyrir Fjölni. Fyrir ómargir menn á ís, eins og það er kallað. Silvía hérna, kemur á siglinguninn. Kemur hérna, fer niður fyrir mark. Kemur pekkinum upp á bláu. Sendur yfir á aðliðið sin. Og Karitas sá þetta koma allan daginn. Greip pökkinn bara hana á hvaða stöða þessu sók. 52 sekúndur eftir að þriðja leikluta. 1 mínúta og 18 sekúndur á refsiklukkunni. Þýðir það hreinlega að þessa mun spila hér á yfirtölunni þar sem eftir lifir þessa leikluta. Fjölnis stúlkur vinna þetta uppkast. Elín er næstum þetta pökkinn að heinum einn svona reverse en það hefðast ekki betur það en Magdalena kom með pökkinn. Silvía reynir að senda pökkinn áfram. Silvía kom með pökkinn, hvað gerir Silvía? Reynir hérna að sauma sig í gegn. Tekst ekki.
Það verið að senda pökkinn aðalega niður til Sjóli stöðvað pökkinn inn að 10 sekúndur á klukkunni. Og Magdalena var hér seinast með pökkinn, hefði þarna ákveðið færi, en leiktími rann út. Þetta þýðir að við förum hér í framlengingu eða overtime eins og útlendingunum kallar það. 1-1 staðan. Þetta er búið að vera hörkuleikur, skal ég segja ykkur. Þetta að öllu líkindum spilast þannig að SA mun byrja með 4 leikmennin á ísnum á móti 3 Fjölnis. Það orsakast að því að það er ennþá 26 sekúndur eftir af refsingunni sem var gefin í þriðja leikluta. Og venjulega á að spila framlenginguna 3-3, en það er ekki hægt að hafa færri en 3 á ísnum í leik, þannig að þá jafnast þetta þannig út. Leikmaður úr FC-bóksinu hoppar þá inn í leikinn og verður leikmönnum fækkanir í 3-3 við næsta flautustopp. Allt afar spennandi hér. Já, búið að tilkynna að hér að uppkastið framlengingunni, það verður eftir mínútu. Það er afar fínt. En þetta er held ég fyrsti leikur þessa tímabils þar sem hjá þessum liðum það sem er farið í framlengingu. Hina leikina sem þessi 2 lið hafa spilað á móti hvort öðru hafa farið í yfirbyrða sigur hjá SA. En hér erum við að fara að detta í framlengingu. SA Fjölnir. Þetta er, öllu líkindum, þetta er alveg klárlega þriðji leikurinn í toppdeild kvenna sem er að fara í framlengingu. SRSA fór í framlengingu í október og svo aftur í nóvember og þetta hér í desember. Það er Fjölnir og SA sem er að fara hér að hefja framlengingu. 5 mínútur spilað 4-3, byrjað þannig þar sem við erum með eina Fjölnismannesku í refsiboksunum. Hér koma SA-stúlkur, leggja þar að stað. Hérna er Magdalena, kemur sér niður í horn. Snögg sending yfir á. Og hér skora SA-stúlkur eftir, bara rétt 24 sekúndur af framlengingunni. Fínasta spil hér á yfirtölunni hjá SA. Magdalena átti
eitursnögga sendingu á hana Silvíu sem var vinstra minn á ísnum. Nei, þarna skoti og svo frákastandi mér síndist og náði að pota pekkinum inn. En enga að síður Fjölnir að fá sitt fyrsta stig hér í deildinni. Þessi leikur fór 2-1 fyrir SA. Stór skemmtilegu leikur. Ja, næsti leikur í toppdeild kvenna á þriðjudaginn. Þá mætast Skautar Reykjavíkur og Fjölnir í Skautadeild Laugardal. En á morgun þá eru Fjölnir og SR að spila hér í Egilshöll í toppdeild karla. Ég mæli endrið með því að fólk skelli sér í höllina og kíki á leik. Fyrsta tækifæri. Ég heiti Helgi Páll Þórðarsson og búinn að lýsa hér attökum Göld. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum. Það að segja Ice Hockey Iceland á samfélagsmiðlum og kíkja á ishockey.is fyrir lögléttar hockeyfréttir og greinar. Ég segi bara takk fyrir og góða nótt.